Hæ og velkomin hérna á smá veffyrirlestur hjá Samtökunum 22. Þetta er í raun að veru sami fyrirlestur og ég hélt hjá Free Speech Union í Brighton bara í gær. Í dag er sem sagt 19. júlí 2023 og mér langar aðeins að fara með ykkur í gegnum málið sem er hérna bælingameðferðir og bann við þeim, sem sagt 45. mál þingskjal 45 almenn hegningalög sem var afgreitt frá Alþingi núna í síðasta mánuði og ég hef kallað þennan fyrirlestur þegar hugmyndafræði sýkir löggjafann. Já, þá er kannski rétt að byrja að tala hver samtökin 22 eru. Jú, við erum stofnuð fyrst sem LGBT-teymið árið 2020 af litlum hóp homma og lesbía sem hafði verið slaufað á hinsegin samfélaginu á einn eða annan hátt fyrir að viðra áhyggjur okkar af stöðu mála og já, þeirra viðhorfsbreytinga og áherslubreytinga innan hreyfingarinnar. Við hefum öll að mestu leyti varið okkar lífi í baráttu fyrir borgaralegum réttindum samkynhneigðra og innan okkar raða eru læknar, geðlæknar, fræðimenn, fjölmiðlafólk og lögfræðingar með sérfræðiþekkingu í forvörnum, vernd og mannréttindum. Við fögnum náttúrulega þeim mikilvægu skrefum sem hreyfing okkar hefur tekið með samfélaginu í áratugi og verið mjög ánægð með að Ísland er í dag afar gott samfélag fyrir samkynhneigt fólk. Við stofnuðum samtökin 22 vegna þess að við teljum að mikilvægir sigrar í baráttu okkar séu í hættu. Þegar lög hjúskaparlög tóku til dæmis gildi víða hinn vestræna heim, skapaðist ákveðið vakúm hjá öðrum stórum samtökum á borð við samtökin 78, Stonewall, Free, LGBT Danmark og fleiri, ACLU, ég get alveg haldið áfram og þau ákveðu þá í framhaldinu að beina athygli sinni að transaktivisma og í kjölfarið settu börn í miðtepil þess aktivisma og við teljum þetta ekki vera sú vegferð sem við teljum vera best þegar kemur að hagsmunagæslu fyrir borgararéttindum og réttindum samkynhneigðra almennt og við munum kannski fara aðeins nánar út í það einmitt í þessum fyrirlestri. Kannski rétt aðeins að byrja á því að fara yfir gildin okkar, virðing, við byggjum okkar samskipti á virðingu, við leggjum og ræðum og leggjum til og mótmælum hugmyndum og málefnum, við förum í boltann og ekki manninn, ágreiningur jafngildir ekki hatri og þetta er mjög mikilvægt atriði. Við hvorki leyfum né styðjum hvers kyns móðgandi eða mismununarhegðun í garð nokkurs hóps eða einstaklings. Við vinnum í samvinnu, við stöndum saman, við deilum upplýsingum, við byggjum upp tengsl við hópa og einstaklinga með sama hugafari og við leiðum samfélagið með seiglu til þess að ná jákvæðum árangri. Okkar nálgun er að skoða staðreyndir og gögn til þess að geta tekið upplýstar og áreiðanlegar ákvarðanir og miðla þeim á málefnalegan og heiðarlegan hátt. Löggjöf, stefna, leiðbeiningar og ákvarðanir sem snerta homma og lesbíur verða að byggjast á gagnreyndum staðreyndum. Við miðlum hugmyndum og tökum þátt í rökræðum, byggðum á skýrum og nákvæmum skilgreiningum. Við styðjum lagalega og vísindalega skilgreiningu á samkynhneigð sem kynhneigð gagnvart fólki af sama kyni og á tvíkynhneigð sem kynhneigð gagnvart fólki af báðum kynjum. Líffræðilegur raunveruleiki er hornsteinn okkar baráttu því að kyn er tvískipt, kvenkyns og karlkyns
og er ákvarðað við getnað, sést við fæðingu eða í móðurkviði og er skráð. Við höfnum því að afar sjaldgæf frávik sem teljast til ódæmigerðra kyneinkenna eða DSD intersex dragi í efa tvíhliða eðli kyns. Við styðjum æxlunarréttindi kvenna og líkamlegt sjálfræði. Við stöndum með lesbíum í því að hafna þrýstingi sem þær eru beittar til þess að samþykkja karla eða karlmenn sem skilgreina sig sem konur, sem rekkjunauta eða hleypa þeim á annað borð á vettvang sem er ætluðum lesbíum. Að sama skapi stöndum við með körlum í að hafna þrýstingi að samþykkja konur eða konur sem skilgreina sig sem karla í sömu ástæðum. Við erum ekki flokkspólitísk. Við eigum samskipti við samtök, fjölmiðla og aðra með margvíslegar stjórnmálaskoðanir. Hins vegar munum við ekki mynda tengsl eða þiggja fjármagn frá neinum samtökum sem deila ekki gildum okkar eða sem við teljum vera fjandsamleg réttindum homma og lesbía. Aftur að bælingarmeðferðarfrumvarpinu. Hvað er bælingameðferð? Þetta er eitthvað sem hefur reynst flókið fyrir sumum að skilgreina og annað. Það sem er besta skilgreiningin sem við höfum er í raun og veru á ensku. Við eigum ekki almennilega góða íslenska skilgreiningu á hvað telst til bælingameðferða, en það sem er verið að banna er svokallað conversion therapy. Og það er sem sagt ógaggreindar og óvísindalegar aðgerðir til þess að bæla niður kynhneigð samkynhneigðra og til þess að reyna að fá sem sagt samkynhneigðan einstakling til þess að verða gagnkynhneigður einstaklingur. Og þetta hefur verið gert með heilaskurðlækningum eins og til dæmis lóbotomíu sem við þekkjum kannski til og var mjög svona mainstream meðferð á sínum tíma og það er kannski ágætt að hafa það í huga einmitt núna að lóbotomía var mainstream meðferð og vann til verðlauna og fjölmiðlar lofsömuðu hana og það eru ýmis sögulegar minjar og heimildir sem sýna það, eins og til dæmis bara verðlaunin sem þessi læknar fengu og umfjallanir Time Magazine og við getum bara haldið, það var mjög viðurkennd meðferð. Svo er það bæði geldun sem sagt með skurðlækningum eða með lyfjum. Kannski við þekkjum best Alan Turing sem var breskur vísindamaður sem var mjög mikilvæg persóna í sigri stríðsins við nasistana. Hann var sem sagt settur á hormónalyf eða hormónablokkara sem gelduðu hann. Þetta er lyf sem er reyndar notað í dag í öðrum tilgangi og við munum náttúrulega fara út í það líka síðar. Svo er það rafstuðsmeðferðir og svo er það náttúrulega þessar trúarlegu athafnir og þess háttar. Og svo, ég veit ekki hvernig ég á að þýða þetta, arousal reconditioning. Það er náttúrulega hvernig, til dæmis, sérstaklega körlum var beint að því að kannski að það voru þvingaðir í að finna eitthvað sársauka ef þeir fundu til kynhvatar eða stimuli við að horfa til dæmis á tvo karla eða þess háttar. Engar af þessum meðferðum sem við vorum að telja upp hafa verið framkvæmdar neitt sem vita sé
í nær hálfa öld. Þannig að af hverju eru þá þessi frumvörp að dúkka upp víðs vegar um Vesturlönd árið 2021 og 2022? Um, Frumvörp bann við bælingamaðferðum voru dreifð já, fjölmörg þjóðþing Vesturlanda á nánast sama tíma haustið 2021 og snemma vetrar 2022. Frumvörpin bera það öll með sér að þau eru öll nánast eins án skýrra skilgreininga á því sem ætlað að banna. Og þetta gefur náttúrulega vísbendingar að eru miðstýrðir þrýstihópar að verki. Svo það sem er mjög athyglisvert, það er að kynvitund og kyntjáning er bætt við inn í skilgreininguna á því sem telst til bælingamaðferðar og að bælingamaðferðin sé beitt gegn kynvitund og kyntjáningu. Án þess að það séu nokkur dæmi nefnd og neinar skilgreiningar á hvað kyntjáning og kynvitund er í raun og veru. Þá er kannski ekki óeðlilegt að ýmsar viðvörunarbjöllur fari í gang. Skoðum aðeins íslenska frumvarpið. Það er lagt fram sem sagt af Hönnu Katrínu Friðriksson og á málinu er Guðbrandur Einarsson, Sigmar Guðmundsson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Andrés Ingi Jónsson, Gísli Rafn Ólafsson, Helga Vala Helgadóttir, Jódís Skúladóttir, Orri Páll Jóhannsson, Tómas A. Tómasson, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Og hér stendur: hver sem með nauðung, blekkingum eða hótunum fær einstakling til að undirgangast meðferð í þeim tilgangi að bæla eða breyta kynhneigð, kynvitund eða kyntjáningu hans skal sæta fangelsi allt að 3 árum. Hver sem lætur barn yngra en 18 ára undirgangast meðferð sem greinir í 1. málsgrein skal sæta fangelsi allt að 5 árum. Sömu refsingu skal sá sæta sem færi barn yngra en 18 ára úr landi í sama tilgangi. Hver sem framkvæmir, hvetur með beinum eða óbeinum hætti til eða hefur þegið fé vegna meðferðar sem greinir í 1. málsgrein skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Lög þessi öðlast þegar gildi. En hvað þýðir þetta sem við vorum að lesa? Hvað er kynhneigð og hvernig er hún skilgreind? Og hvað er kynvitund? Er hún yfir höfuð til? Hvernig er hún skilgreind? Það er ekki sjálfsagt að fólk trúi á tilveru kynvitundar eða að það sé eitthvað til sem er kynvitund. Mér dettur helst í hug að þau séu að meina að við séum kannski með einhverja kynjaða sál, en þá erum við komin út í trúarlegs svona lífsskoðunar fyrirbæri heldur en mannréttindabaráttu og svo þegar kemur að kyntjáningu þá er það líka voðalega vafasamt hvernig hún skilgreind. Er einhver takmörk? Við þekkjum til dæmis dæmi af kanadískum kennari sem var frægur í fyrra eða fyrra sem til dæmis hann mætti í tíma, hann var smíðakennari, mætti með risastórar gervitúttur framan á sér og í bleikum, þröngum ból og var sem sagt með þessa risa brjóst og var svo í athöfnum sem smíðakennari fyrir framan drengi og stúlkur. Þetta skapaði vandræði vegna þess að þetta flokkast náttúrulega kannski undir kyntjáningu og kanadísk stjórnvöld og skólayfirvöld voru bara í vandræði með að átta sig á hvernig þau ætti að díla við það mál. Þannig að þarf skilgreiningar, því að er það þá bæling að biðja þennan mann að hætta því að klæða sig eins og hann gerði í tímum með þessum börnum. Samtökin 78 skilgreina 14 kynhneigðir.
Þannig að þá vakna líka spurningar hvað er verið að banna. Ekkert í greinargerð frumvarpsins benti til þess að það var verið að tala um samkynhneigð. Í greinargerðinni var bara nefnt kynhneigð, kyntjáning og kynvitund, án nokkurra skýringa, án nokkurra skilgreininga. Þannig að það hlýtur að vera augljóst að þá bregst maður við vegna þess ef samtökin 78 skilgreina 14 kynhneigðir, gagnkynhneigð, karlkynhneigð, kvenkynhneigð, samkynhneigð, tvíkynhneigð, pankynhneigð, fjölkynhneigð, einkynhneigð, kynsegin-hneigð, einkynhneigð, gráa einkynhneigð, rómantíska hrifningu, sveigjanlega kynhneigð og BDSM. Samtökin 78 skilgreina líka ótakmarkaðan fjölda kynja og kyntjáningar, eða réttara sagt skilgreina ekki. Núna var ég til dæmis á fundi í maí þar sem ég hitti Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, sérstaka verkefnastýru hjá samtökunum 78 og spurði hana á fundinum hversu mörg kyn mannfólksins væri og hún svaraði því að þau veru bara jafn mörg og við öll værum sem persónur. Þannig að hérna er einhver skilgreiningavandi á höndum því að þá er verið að rugla saman orðinu kyn við persónuleika og þarna þurfum við líka að átta okkur á því að ef við erum komin inn í hegningarlöggjöfina og ætlum að fara að refsa fólki fyrir eitt og annað, þá þurfum við að vita hvað á að refsa fólki fyrir. Lagafrumvarpið hennar Hönnu fer í dreifingu á Alþingi 19. janúar 2022 og við höfum strax í kjölfarið samband við Hönnu Katrínu og þá þingmenn sem voru á málinu. Fyrsta skoðanagrein okkar málið fer svo í birtingu 22. janúar, aðeins 3 dögum eftir að frumvarpið fer í dreifingu. Við fáum engin svör, við fáum engin viðbrögð og það er bara þögn. Málið dalaði uppi á þessu þingi þennan þingveturinn sem var bara mjög gott og við byrjuðum að anda aðeins léttar í kjölfarið. En svo gerist það í upphafi þingvetrar þann 22. september að málið er endurflutt á Alþingi og óbreytt, sem sagt engar breytingar á málinu og það var bara endurflutt nákvæmlega eins og það var þingveturinn þar á undan. Þrátt fyrir að við höfðum haft samband, skrifa greinar og reynda að svona rétt út hönd og fá að ræða málin. Við brugðumst við málinu á nýjan leik með greinaskrifum í fjölmiðlum sem vilja og vildu á þessum tímapunkti birta greinar okkar. Það er nú bara þannig að því miður þá hefur verið ófrægingar herferð gegn samtökunum 22 alveg frá því að þau voru stofnuð sem LGBT-teymið og það er alls konar rugl sagt okkur hér og þar og það beinist líka sérstaklega kannski af systursamtökum okkar í Bretlandi en þau hafa þurft að standa af sér ótrúlegar dylgjur og málshöfðanir og annað sko. Þannig að það er kannski ekkert skrítið að fólk hafi svona veigrað sér við að birta það sem kemur eftir okkur vegna þess að enginn vill styggja flotta regnbogann og allt það en málið er það að þetta er bara birtingarmynd nýrrar homófóbíu að okkar mati vegna þess að samfélag samkynhneigðra er ekki einsleitt og fjölbreytileiki skoðana á að vera jafn hár og fjölbreytileiki annars vegar í mannflórunni. En umsagnarferlið hófst í október varðandi þetta mál og það átti að standa það var hægt að skila umsögnum til 9. nóvember. Við setjum okkur svo í samband við fagfólk, hagsmunasamtök og einstaklinga á aðra sem máli snertir
og það var bæði transfólk og það var samkynhneigt fólk og það voru sálfræðingar, geðlæknar, you name it. Við settum allt í gang. Og við skiluðum okkar umsögn þann 7. nóvember 2022. Mig langar aðeins að fara yfir hvernig umsögnin okkar var í megindráttum. Í megindráttum þá náttúrulega fögnuðum við tillögum sem áttu að banna siðlausar og óvísindalegar meðferðir til þess að lækna fólk af samkynhneigð. Það ef það var virkilega markmið frumvarpsins. Við óskuðum eftir skýrum og hnitmiðuðum og gagnreyndum skilgreiningum á því hvað verður bannað með lögunum og þá sérstaklega varðar kynhneigð. Og það kannski ekki furða að við lýsum eftir þessu því að greinargerðin segir, eða það stóð bara kynhneigð í greinargerðinni, en sem sagt þá það orðið meginstraums hjá samtökunum 78 og nota bene öðrum svona QT hinsegin félögum. Við skulum hafa það hugfast að samtökin 22 við skilgreinum okkur ekki sem hinsegin. Við erum samkynhneigð og það efni í annan fyrirlestur sem kannski verður meira svona relevant af málþinginu okkar sem verður í Reykjavík í næsta mánuði. En já, við leggjum líka til að gerð verði sérstök lagatillaga og úttekt varðar kynvitund og kyntjáningu þar sem ekkert bendir til þess að slíkt hafi nokkurn tímann átt sér stað í því samhengi, það bælingameðferðir á slíku. Við styðjum náttúrulega bannið við bælingameðferðum á samkynhneigðum, en vegna hvernig frumvarpið var lagt fram og hvernig það var skrifað, þá höfnum við því eins og það lagt fram vegna allra þeirra galla sem var á því og sérstaklega út af skilgreiningunum á öllum megin hugtökum sem lögin áttu að ná yfir. En á sama tíma bjóðum við fram kraft okkar til þess að koma nýju og betra frumvarpi til lífs. Og viðbrögðin létu ekki á sér standa. Við vorum 10 eða 12 manns, ég man ekki hvort það var 10 eða 12 sem skrifuðum undir umsögnina með nafni og þetta var mjög bara það að við vorum 10 sem skrifuðum undir á þessum tímapunkti. Þetta voru 10 mjög hugrakir einstaklingar því að það eru fleiri einstaklingar með okkur og á bakvið okkur sem á þessum tímapunkti þorðu ekki. Og þá voru ekkert allir sem þorðu endilega að segja og láta vita að þau séu viðriðin okkar samtök og jafnvel í stjórn þeirra eða jafnvel í verklagshópum og annað á okkar vegum. Þannig hefur umhverfið bara verið. Það var byrjað að elta til dæmis Haf, hann skrifaði undir hjá okkur og þegar það gekk ekki gegnum síma eða tölvupósta eða Facebook skilaboð þá var farið í fjölmiðla og mikið áreiti stundað gegn honum og eins og allir vita þá ekki neitt illt bein til í þeim manni. Íva Marín gjörsamlega tekin og hún kjöldregin í fjölmiðlum og það sem alvarlegra þá hún klippt út úr myndbandi ferðamálastofu fyrir að skrifa undir umsögn sem hennar lýðræðislegur réttur. Þannig að stjórnvald að beita sér gegn manneskju sem að nýta sinn lýðræðislega rétt. Við erum kölluð hatursamtök. Fyrrverandi formaður samtakanna 78 lýsir því yfir á Twitter með public service announcement, samtökin 22 eru hatursamtök. Þarna tekur undir til dæmis ein manneskjan á frumvarpinu, hún Þórunn Sveinbergadóttir og
þessu dreift út allt. Transaktivistar alveg brjálaðir, aðrir svona réttlætisriddarar eins og Sema Erla segir oj bara og enginn hefur kynnt sér í raun og veru hvað við erum og hvað við höfum verið að gera. Og auðvitað öllu snúið á hvolf að við séum sem sagt á móti réttindum transfólk og við viljum láta pynta transfólk og við viljum að fólk sé jafnvel bara drepið og það sé framið þjóðarmorð á transfólki og já, þú veist, það er bara engin takmörk, engin. En þessi fyrirlestur á svo sem ekkert að fjalla þessi kjánalegu og öfgafullu viðbrögð transöfgasinna og já, og þessa öfga hugmyndafræði smiða á Suðurgötunni og annars staðar. Því að það sem er athyglisvert í þessu er náttúrulega þinglega meðferðin og það snýst þessi fyrirlestur. Það er engin hreyfing á málinu, hvorki allsherjar eða menntamálanefnd og þinglok voru áætluð 9. júní og það er sem sagt fyrir rétt rúmum mánuði síðan í dag, 6 vikur. 1. mars vorum við svona farin að hafa pínu áhyggjur af því að það gæti farið í, að það gæti stemt í það að þetta mál yrði afgreitt svona svipaða máta og lögin kynrænt sjálfræði árið 2019 voru gerð. Þá var það einmitt bara eitt af síðustu málunum, ef ekki síðasta málum og engin umræða og ekkert rætt og þessu bara hent í gegn án nokkrar umræðu. Þannig að við tókum okkur til og við sendum Alþingi upplýsingabeiðni hvað ætti að gerast með tillöguna og ítrekuðum náttúrulega okkar ósk að fá að hitta nefndina og við vorum sem sagt fleiri sem vildum hitta nefndina, það var Genspect og það var Dr. Hrafnhildur Hjaltadóttir og það var Society for Evidence-Based Gender Medicine, Buck Angel vildi mæta, Richie Herron vildi mæta og Buck Angel er transmaður, Richie Herron er samkynhneigður maður sem lenti í að ranglega vera greindur með kynama og lenti undir hnífnum og allt og það er bara sorgarsaga sem kannski sum ykkar þekkja til. En það er sem sagt bara þögn. En svo gerast undur og stórmerki 24. maí að við fáum boð á nefndafund sem á að gerast næsta morgun, þú veist, bara strax daginn eftir. Og ég vil að segja að þegar maður er náttúrulega að vinna með geðlæknum og sálfræðingum og annað og fólk er náttúrulega að sinna sínu daglegum athöfnum, þá er þetta voðalega erfitt viðfangs að þingmenn eða þingnefndir og nefndasviði getur ekki verið með svona skýrari dagskrá og hvernig vinnubrögðum að hátta þar, en það er kannski eitthvað bara sem Alþingi verður að skoða, en við mætum náttúrulega þarna á nefndafund, en samkvæmt lögum og þingsköpum þá má ég ekki segja neitt beint frá því sem gerðist á þingfundunum, en ég get náttúrulega sagt ykkur það að á þingfundunum var Íva og ég og svo var Stella og Melly frá Genspect og svo var Dennis Kavanagh sem er bæði fyrrverandi saksóknari og verjandi í hegningarlagabrotum og svo var James SS, einn af stofnendum Thoughtful Therapists sem var með okkur sem faglegir ráðgjafar og það kom eiginlega verulega óvart hversu lítið þingnefndin þekkir til málaflokksins og þessi mál almennt og það kom líka í ljós í umræðunum inn í þingsal
og jafnvel líka af þessum örfáu samkynhneigðu þingmönnum sem við eigum, en þeir skilgreina sig náttúrulega hinsegin, þannig að ég veit ekkert hvort að þeir séu endilega samkynhneigðir, en já, það er annað. En það sem er athyglisvert í þessari atburðarás á þinginu, það er að 3 dögum fyrir þinglok þá grípur refsiréttarnefnd dómsmálaráðuneytisins inn í málið og sendir umsögn og hún hvetur sem sagt og ráðleggur Alþingi til að setja ekki lög heldur halda áfram að vinna í málinu og gera úttektir á umfangi bælingameðferða á Íslandi og laga skilgreiningarnar og gera það skýrt og hnitmiðað hvað á að banna. Og miðað við það að þingið væri að ljúka störfum, þá hefði maður haldið að svona ferli myndi enda þarna, eða allavega fara í hlé og málið yrði þá sem sagt tekið bara af dagskrá og það skoða betur og það unnið betur með fleiri hlutaðeigandi hagsmunasamtökum og einstaklingum. En svoleiðis eru kaupin á eyrinni ekki alltaf, því að það sem gerðist í kjölfarið var í raun og veru alveg ótrúlegt sjónarspil og sýndarmennska og algjör hrossakaup, því að ég veit það að þetta var eina þingmannamálið sem fékk þinglega meðferð fyrir þinglok og það var allt gert til þess að frussa þessu máli í gegn og það sést líka mjög vel á þeim fljótfærnislegu vinnubrögðum sem urðu til í kjölfarið. Það var sem sagt drifið nefndin hljóp inn í nefnd aftur og endurskrifuðu í raun og veru allt frumvarpið því að breytingatillagan er allt önnur heldur en frumvarpið sjálft var til að sem var byrjað með. Sagt, lagafrumvarpið er samþykkt samhljóða með breytingum og ég skal alveg viðurkenna það að þeir þingmenn sem ég var í sambandi við þessa örlagaríku síðustu daga á þingsins, ég sagði nokkru þeirra, leyfið þeim að gera þessi mistök, leyfið þeim að skjóta sig þarna í fótinn, því að ég veit að það sem þeir eru að gera núna og hvernig þetta fer í gegn er akkurat kannski ekki það markmið sem Hanna Katrín og þau voru að leggja upp með, en það er kannski ekki til að leyfa þeim að gera þessi mistök, því að eins og ég segi, þetta málið, að frussa málin í gegn til þess að fá þessi 4 stig frá ILGA eða hvað sem markmiðið var, það var hærra heldur en, það var mikilvægara heldur en að vinna máli vel. Skoðum málið. Núna líta lögin sem sagt svona út. Þessi lög öðlast gildi 1. janúar 2024. Ég á reyndar eftir að sjá það að þessi lög taka gildi því að við erum að klára að vinna erindi til refsiréttarnefndar vegna þess að við höfum við verðum að skoða hvernig þessi lög núna munu virka í praxis. En hérna stendur: hver sem er nauðung, blekkingum eða hótunum fær einstakling til þess að undirgangast ógagnreynda meðferð í þeim tilgangi að bæla eða breyta kynhneigð, kynvitund eða kyntjáningu hans skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Hver sem lætur barn yngra en 18 ára undirgangast meðferð sem greinir í 1. málsgrein skal sæta fangelsi allt að 4 árum. Sömu refsingu skal sá sem færi barn yngra en 18 ára á landi í sama tilgangi. Hver sem framkvæmir, hvetur með beinum eða óbeinum hætti til eða hefur þegið fé vegna meðferðar sem greinir á í 1. málsgrein skal sæta
sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2024. En athyglisvert að núna er talað um ógagnreyndar meðferðir. Í greinargerðinni er talað að þar sé átt við ef samkynhneigður einstaklingur er látinn sæta meðferð til þess að verða gagnkynhneigður og ef trans einstaklingur er látinn sæta meðferðum til þess að verða cis einstaklingur, hvað sem það nú þýðir. Það er engin lagaleg skilgreining til á hvað er trans og það er engin lagaleg skilgreining til hvað er cis. Cis er ekki forskeyti eða neitt sem er notað yfir kyn. Það hefur aldrei verið til og er ekki til. Þannig að núna er þetta komið inn í löggjöf og enga skilgreiningar þar Það er líka athyglisvert að í stað þess að lögin áttu að öðlast þegar gildi þá er því breytt til 1. janúar 2024 og þarna gruna ég að þetta fólk inn í þingnefndinni og það er kannski Jódís Skúla fremst og Helga Vala að reyna að bjarga einhverju ef skeð kynni að þær væri að gera vitleysu sem þetta er náttúrulega bara þetta er arkandi vitlaust og ég ætla að útskýra það fyrir ykkur núna. Hvaða ógagnreyndar meðferðir eru veittar á Íslandi? Þannig er nú mál með vexti að allar kynstaðfestandi eða það sem kallast á ensku gender affirming care teljast til ógagnreyndra meðferða. Hormónablokkarar, stopphormón sem er gefið táningum, þær teljast líka til ógagnreyndra meðferða. Sama á við allar skurðlækningar þegar kemur af kynskiptum. Þær eru ógagnreyndar meðferðir. Krosshormón, þær eru líka ógagnreyndar meðferðir. Það eru staðreyndir að 80% af börnum og ungmennum sem upplifa kynama vaxa upp úr því ef þau fá að ganga í gegnum náttúrulegan kynþroska og vaxa þá gjarnan upp sem samkynhneigðir fullorðnir einstaklingar og sumir hverjir með einhverfu. Þessar tölur eru hins vegar gagnreyndar. Önnur geðræn vandamál barna sem glíma við kynama þau sitja yfirleitt á hakanum í transferli, jafnvel þó að lausnin á vandanum þeirra sé að finna einmitt í úrlausn þeirra, sem sagt hinna geðrænu vandamálana. Þannig að til að ljúka þessu þá er það okkar sjónarmið og við erum ekkert ein það sjónarmið hjá Samtökunum 22 og þetta er sjónarmið annarra félaga sem hafa verið að poppa upp alls staðar í heiminum hjá samkynhneigðum að transferli barna eru bælingameðferðir. Eins og við vorum að tala með lóbotomíuna áðan, þá er transferli barna lóbotomía 21. aldarinnar. Þetta er ógagnreynd meðferð, hún er oft drifin áfram af homofóbíu, það eru margir foreldrar sem vilja frekar eiga transbörn heldur en samkynhneigð börn. Þetta eru staðreyndir og þetta hefur komið fram í mörgum lekum, sérstaklega þá bendi ég á Tavistock klíninguna í Bretlandi, þar sem var innanhúsdjók að bráðum yrði ekki neinir samkynhneigðir eftir. Náttúrulegur kynþroski er skilyrðislaus réttur allra barna og þetta er meginatriðið í okkar skilaboðum til ykkar. Börn geta ekki veitt samþykki. Þau hafa ekki þroska til þess og við fullorðna fólkið verðum að vera þeim innan handar. Við megum ekki bregðast þeim. Náttúrulegur kynþroski er skilyrðislaus réttur allra barna. Takk fyrir að hlusta. Ef þú vilt hjálpa okkur að halda áfram okkar góða starfi í þágu barna og samkynhneigðra og
fyrir samfélagið allt, þá megið þið endilega halda áfram að styrkja okkur. Kennitalan okkar er 64 01 23 0440 og reikningsnúmerið okkar er 0370 höfuðbók 26 039 568. Við erum 100% óháð opinberu fé og erum 100% fjármögnuð af velunnurum. Takk fyrir að hlusta.